Það ekki svellin, þetta svo sem ekki mikið hlýindi. En rannsóknir hafa einmitt sýnt að það eru fyrst og fremst svellin og snjórinn sem spilla gleði þorrablót. Við vorum náttúrulega blautir á bakvið bæði eyrun í öllu sem viðkom svona rekstri. Þannig að við fórum svona mjög varlega af stað til að byrja með. Við höfðum reynslu að standa fyrir viðburðum í húsinu, tónleikum og ýmiss konar uppákomum, böllum og svo framvegis. Þannig að við vorum svona fyrst og fremst að fókusera á það til að byrja með. En svo kom matsalan inn í þetta seinna. Við kunnum náttúrulega nánast ekkert að elda sko þegar við byrjuðum. Vissum ekki einu sinni hvernig ætti að steikja hamborgara eða nokkuð skapaðan hlut sko. Engir haft neina reynslu af því. Það eru félagarnir í Já Sæll sem sjá reksturinn í félagsheimilinu Fjarðaborg á Borgarfirði og hafa gert síðastliðin 9 sumur. Vertarnir standa fyrir veitingasölu og stanslausu stuði yfir sumartíman á borð við tónleikaröðina í aðdraganda bræðsluvikunar. Ég held svona að þegar maður lítur tilbaka þá það svona skemmtilegasta sem við höfum gert. Það svona þessi viðburðir sem eru svona ekki endilega ákveðið allt í þaula fyrirfram hvernig eiga að vera. Já, undanfarin ár hafa þau félagar einnig staðið fyrir einum óhefðbundnum viðburði á sumri. Ásgrímur Ingi segir að hugmyndin að óvissuhelginni hafi kviknað sem létt grín árið 2011 þegar þeir félagar veltuðu í upp hvort þeir ættu ekki halda þriðju hátíðina á 3 helgum í 150 manna samfélagi. Það varð úr og hefur verið gert síðan. Þetta kviknaði út frá því að það kom vinkona okkar með indverska stelpu með sér sem var svona rosalega skemmtileg og hress. Hún var alveg til í að taka þátt í að halda Bollywood hátíð í Fjarðaborg. Þannig að við bara auglýstum það á líklega sunnudagskvöldi eða eitthvað. Það yrði Bollywood hátíð. Svo náttúrulega hittum við hana ekkert meir. Hún var að fara að labba hérna eitthvað suður úr Víkur alveg fram á 50. Og Bollywood hátíðin á föstudag og við vorum farin að hafa allar áhyggjur af þessu hvernig það ætti eiginlega að vera sko. Það sem við náttúrulega sáum að við hefum farið langt fram úr sjálfum okkur að auglýsa Bollywood hátíð og vissum náttúrulega nánast ekkert Bollywood, enginn okkar séð Bollywood mynd einu sinni, en þetta var samt alveg stórkostleg hátíð sko. Og eftir þetta þá hefur alltaf verið við höfum sett alveg pressu á sjálf okkur að hafa alltaf einn viðburð á sumri þar sem við vitum ekkert hvað við erum eiginlega að fara að gera sko. Og við erum meðal annars haft jól í júlí og þorrablót líka og svo vorum við með arabíska hátíð þegar Þórunn Ólafsdóttir svo sem mennum við í forsvari fyrir Akkeri var að vinna hjá okkur eitt sumar og við reynum að nota það sem við höfum sko. Hún náttúrulega hafði mikla og góða reynslu af arabíska heiminum og gat komið með búninga og kunna matreiða og þá sjálfsögðu slógum við eina arabíska hátíð. Þannig að þetta búið að vera svakalega skemmtilegt en óbúslega stressandi því að við auglýsum alltaf eitthvað sem við vitum ekki alveg hvernig á að fara að sko. Í fyrra sumar voru áramótin 86 til 87 haldin hátíð í Fjarðaborg. Það var líka dálítið langt út fyrir. Við vissum ekki alveg hvernig það færi en það var alveg snilldar skemmtur sko því að þá kom í ljós að fólk gat fundið þannig tækifæri til að draga fram 80s skallann sko og mætti náttúrulega upp strílað. Það þurfti náttúrulega svo lítið meira sko því að maður manns gaman og tala nú ekki ef hann í 80s skalla sko. Í ár héldu þeir félagar svo heiðin jól. Ásgrímur Ingi segir stöðugan uppgang hafi verið í ferðaþjónustu á Borgarfirði frá því að þeir tóku við árið 2009. Gistirýmum hefur verið fjölgað og bæði afþreying eða það að segja uppbygging í Hafnarhólma til dæmis hefur náttúrulega rosalega mikið aðdráttarafl sem eiginlega bara alltaf að aukast og svo líka bara gott framboð af veitingastöðum og ég held samt að þegar uppi staðið þá það náttúrulega náttúran fyrst og fremst sem að dregur fólk inn. Það svolítið merkilegt að einhvern veginn bara hafa kjark til að sitja upp alla þessa tónleika og bræðsluna og þetta. Það þarf að vera pínu klikka það. Jú, ég sé það stundum svona þegar ég kannski farin af staðnum og lít tilbaka og fylgist með á fjarlægð því sem að gerast. Það lygilegt sko hvað mikið að vera hérna, sérstaklega á sumrin sko. Það eitthvað svona ákveðin drifkraftur hérna í samfélaginu og þar á ég líka við fólk sem kannski flutt af staðnum en kemur heim yfir sumartíman eða yfir styttri tíma og framkvæmir eitthvað.
Bræðslutónleikarnir eru náttúrulega gott dæmi um það. Það væri ekki hægt bara með heimafólki að framkvæma eitthvað svoleiðis stórverki, sko. En ég held að samfélaginu hérna þykir vænt bræðsluna og allt sem það er í kring og ég held að sé allir að vanda sig að svona halda þessu gangandi. Maður bara þakka fyrir meðan að fólk kemur og nýtur.